Birgir heiti ég, 26 ára. Eins og ég segi, uppalinn úr Kópavogi og að gera tónlist og að vinna núna í splunku nýrri plötu. Maður vonar að þetta kom út sem fyrst. Stemdum upprunalega á apríl, en svo sjáum við bara til. Lagið þitt, Can You Feel It, komið í 7 milljónir hlustana. Já. Hvað þýðir það? Gagnvart Spotify tekið? Máttu gefa eitthvað þannig? Já, þetta nú þannig sé, hljóma náttúrulega stórt, 7 milljónir. Ágætis tala fyrir okkur litla Ísland. En ég minna að þetta er minna en króna per spilun, þannig að you do the math. Ég hugsa þetta þannig bara sem bónus, sko. Algjörlega. Auðvitað er þetta gaman bara skemmtilegast að ná til fólks út allan heim, sko. Það er svona sem maður sér hvað helst í þessu. Hitt er bara bónus. Mjög margir kunna bænina faðir vor, en kannski eiga sumir erfitt með að skilja hana. Eigum við að hjálpast að við að rifja upp hvernig hún byrjar. Svona byrjar hún. Drottinn minn dýri, drottinn minn dýri, Jesús betur, ég drottinn gýri. Gerast hlutinni þarna, ekki? Stundum ekki. Það fer eftir hvaða dagur er. Líð sem allt fínustu feeling hjá mér. Lífið að leika með mig eins og ég. Sé bara lamb og ég fíla það vel. Þróa svo hratt, samþætt og ég geri fátt en ég gera það vel. Lífið er blátt, lífið er ber, sem að ég stikk upp í tinnið á mér. Eins og flestir vita, þá er faðirinn, Stefán Hilmarsson, stórsöngvari. Þetta er oft samband föðurs og sonar er oft mjög styrkt, eða svona, kannski ekki alltaf, en getur verið það, En það er svona að ljósmyndum að dæma, þá er það alls ekki þannig hjá ykkur feðgunum. Nei, sambandi okkar á milli hefur nú yfirleitt bara alltaf verið mjög gott, og í rauninni, það að ég hafi farið í tónlist kom þannig sé ekkert út frá honum. Lengi hélt ég að hann var í trommari, þegar ég var yngri. Það er líka geggjuð saga bak við það, það var alltaf bongótrommin í bílskúr. Svona ein bongótromma og ég nú verið kannski 9 ára eða eitthvað. Og þá hélt ég bara bongótromma, pabbi er trommari, Hann var alltaf út á kvöldin og pabbi er að tromma Ok, ég sé þetta best sem neitt, Mjög gott, Nei, samband okkar hefur nú bara verið mjög gott og svo hefur hann alltaf stutt mig bara ótrúlega vel í einu og öllu sem ég geri, þar að meðal tónlistinni. Ef þið rífist, hvað rífist þið? Það verður ekki ánægð með þetta svar, Ef við rífumst, þá er það Arsene Wenger hjá Arsenal eða textagerð hjá mér. Ok. Af því að og það er svo sem engin ein ástæða fyrir því. Ég sem á ensku og kýs að semja á ensku. Og eins og menn vita, þá er hann Mikið íslensku maður. Já, og þá er hann svona svolítið diggur stuðningsmaður íslenskunar og hefur núna í mörg ár samið ljóð eða texta á íslensku. Akkurat. Og hann er svona svolítið svona ýtt í að mér að fara út í íslenskuna. En ég meina, ég stend bara með breitt bak og set fótinn niður. Yeah. I've got a feeling that I never felt before. Something so magical, some kind of beautiful. So don't you worry about a thing. No need to worry about a thing. Ooh, oh, oh, oh. Did you know? Whoa, I can feel it. Can you feel it too? Whoa, can you feel it? Can you feel it here tonight? Yeah. Oh yeah. Oh tonight. Og rappkafli, nei, slepp því. Ég læt rapparana það alfarið.